Rihanna með Take Care hérna á FM 957 klukkan orðin 4 og það þýðir að þátturinn FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn. Og hjá mér sitja góðkunningjar þáttarins, þetta eru Steindi Junior og Bent, þeir hafa komið á föstudegi áður og þá var mikil stemningstráka, verið velkomnir. Takk fyrir það. Takk. Hvernig hafið það þennan föstudaginn? Ég er svo góður með að Partiljónið er búið að dusta, það er búið að dusta ríkja á danskunum. Já, það er þannig. Ég get lofað því. Það bara þýðir föstudagur að Partiljónið er komið í gang. Já. Já, ég fíla. En Bent, ert þú mikil gírasteindi? Já, hérna í mínu tilviki er þetta reynda mjög neikvæða fréttir. Nú. Partiljónið er komið í gang. Já, fyrir þig. Já, þetta er hérna steindraleg, wow, að jammi kvöld. Ég en einu sinni hef ég tapað glímu gegn Bakkusi og það er jammi kvöld. Það er ekkert leiðilegra en þegar maður tapar glíminu við Bakkus. Samt svolítið gaman, sko. Já, það er versta glíman til að tapa. En ef þú vart að tapa einhverju glímu, þá var það stundum hún. Herðu, við erum með þéttan þátt hérna handa ykkur í dag. Við Sverrir Bergman eða Chubby Little Swessman kemur hérna eftir með föstudagslægið. A.k.a. Swess to Mouth. Já, akkurat, og svo erum við ætlum að keppa í nýjum leik. Ég, Steindi og Bent, þetta er dagskrárliður sem að mun vera hér eftir í FM 95 Blöð. Við ætlum að keppa í ógeðslegasta Facebook-statusunum og það verður hérna á eftir og reglur eru þannig að þú átt að búa til status, setja þenn á Facebooku og þetta er svona status sem að ef einhver annar sér hann, þá hugsaður hann með sig, oi, þetta er ekki, þú átt ekki að vera með einhvern viðbjóð, sko. Og hlustendur verða að taka þátt af því að það er í þeirra verkefninga að fara inn á síðan okkar og við erum að safna lækum, eða ekki? Nei, þetta er, við opnum svo fyrir síman og fólk kýs hvaða status þeir fannst ógeðslegast. Aukastig fyrir like. Já, aukastig fyrir like, jafnvel. Já, menna ég er með bara prívat Facebook, þið eru báðið með einhverja 5.000 vini, þannig að það má Nei, ég er endar ekki með mikið að vinnum á Facebook. Nei. Og þau, ég er alveg bara með Twitterinn, sko. En, já, þannig að það var hlustendur sem að velja þar og eins og ég segi, þá er þetta ekki, skiluru, þú ert ekki að reyna að vera ógeðslegur, þú ert ekki að vera með eitthvað svona viðbjós húmor eitthvað, hann heldur að vera svona, hafið ekki lent í því þegar þið er inn á Facebook, sjáu svona status og þau hugsa með eitthvað bara, í alvörunni. Jú, ég hef lent í því. Já, þetta á að vera þannig. Okay. Svo erum við líka með sturlaðar staðreyndir, við ætlum að heyra í Pétri Jóhanni Sigfússyni sem er staddur í Vestmannaeyjum, hann ætlar að vera með veðurfréttina þaðan, það er bara vonandi að hann svari í símandrengurinn, klikkaði aðeins síðast og svo kemur hérna fyndnasti maður Íslands, hann Daniel Geir og hann ætlar að frumflytja nýtt lag hérna síðar í þættunum, þannig að það er nóg að vera hjá okkur strákunum, það er bara þannig. Þetta er tróðfullur þáttur. Já, þetta er það sem ég myndi kalla bara smekkfullan þátt. Já. En svona það sem þeir eru mættir hérna strákar, hvernig er þið ekki brattið bara eða? Jú, við erum svakalega brattið. Heyrðu, svo ætla ég líka að fá kannski að hringja þetta mættir. Já, ég ætla að henda þér líka í hérna lélegatið. Já. Alveg rétt og það þýðir að Steindi Junior, ég hringi eitthvað fyrirtæki og Steindi þarf að tala með grínröddu. Mátt þú velja fyrirtækið? Já, ég hringi eitthvað fyrirtæki og þú vart að setja í svona eitthvað svona silly spór. Já, það ætti að vera auðvelt. Já, en talandi Partiljónið, Steinda, hvað, hvenær til dæmis eins og núna í dag, á hvaða tímapunkti ákastu að ljónið væri farið í gang? Æ, ekki vera af hverju þetta að þessu, veitir? Nei, hvenær hugsaði með þið bara, já, ok, ég ætla að fá mig bjór? Það var eiginlega leið og þú hringdir. Okay. Ég er ekkert að reyna að klína sig fyrir því, það var bara eitthvað, ég veit það ekki, þú veist, við vorum að tala um þetta, maður fer einhvern veginn svolítið í svona, maður fer í gýrin að vera hérna. Já. Það er kannski FM-stúdíó eða eitthvað. Já, það er svona, það er fullt af svona einhverju stemmingu hérna. Já, það er alltaf verið að gefa 5 í fötu hér og þar og maður er eitthvað, hvað er það? 5 í fötu á Glumbar. Hvað er langt síðan maður tók það? 5 í fötu á Glumbar, muni ekki þegar maður fór alltaf þangað og fekk sér korona hérna í gamla daga. Já, og svo það er alltaf 5 í fötu. Já. Þetta er bara djammið. Það er ekki dáið. Herðu eins og heyrið, það verður mikil stemming hérna hjá okkur strákunum og nóg að vera. Við ætlum að setja fyrsta lag þáttarins af stað og það er partylag. 95 Blöð með ykkur á FM 957. Gauti, Steindi og Bent með ykkur til 6 í dag og Sverrir Bergman á leiðinni. En það er komið að dagskrá lið sem er alltaf hérna á þessum tíma og það er slúðurpakki dagsins. Eru þið svona slúður drottningatrákar? Já, ég er slúður óður. Já, það ekki? Ég hef alltaf gaman að heyra gott slúður. Já, ég væri til að vera alltaf með íslensk slúður. Þetta verður að vera íslensk slúður. Nei, þetta er bara beint frá Bandaríkjunum, sko. En það er bara ekkert svo mikið íslensk slúður alltaf í gangi. Jú, það er nóg, þú bara þorir ekki að segja það í útvarpinu. Ég veit til dæmis sem ekki neitt gott íslensk slúður núna. Ekki neitt. Segð þú okkur eitt gott íslenskt slúður? Ég þori ekki að segja það í útvarpinu. Herðu, þá ætlum ég að byrja slúðrið og byrjum á henni Britney Spears. En hún er að selja húsið sitt í Los Angeles og já, þetta er hús sem hún keipti á $7 milljónir en er að selja það fyrir $3 milljónir og hún keipti þetta árið 2007 og hún hefur ákveðið að taka bara á sig þennan skell og selja það $4 milljón ódýrar heldur hún keipti það. Já, er hún byrjað að skýta það? Nei, ég held að hún vildi bara losa sig við þetta en það
það stendur undan hérna, hún metin á $155 milljónir hún Britney Spears, þannig að 4 milljónir fyrir hana kannski ekki neitt rosalegt. Nei. Þetta svona eins og fyrir okkur að missa 10 skall eða eitthvað. Já. Hún virðist þegar nóga pening maður. Hún líka alveg ennþá að gera það gott. Það eitthvað nýtt lag með henni í spilun og... Já, ég hef alltaf verið Britney fan, sko. Já, ég líka, mér þykir rosalega vænt stelpuna. Ég alveg pínu sammálaði. Maður hefur tilfinningar til hennar. Já, hún búin að vera svo lengi svona samleiða manni, svona, ég mann þegar hún var ung, þegar við vorum ungir að hlusta á þetta og svo ekkert svo fór hún aðeins svona á botninn og maður var svolítið svona hangin þeir Britney og svo komum svolítið aftur og maður var ég er alveg sammálaði, sko. Ég var gríðarlega skotin henni þegar ég var 19 ára eða eitthvað. Þá var hún 18, þannig að þetta var alveg möguleiki, sko. Bestu lögin, sko, með svona popstjörnum alltaf, sko, það til dæmis líka eins og með Jennifer Lopez. Já. Það var I'm still Jenny from the blocks. Used to have a little, now have a lot. Það er geðveikt lag. Og svo líka geðveikt lag með Britney þegar hún var Another day, another drama, Er ekki frekar Slave? Já, Slave, alveg. Það var rosa sexy. Já, hún á hellingalögum. Crazy, you drive me crazy. Toxic, Crazy. Við getum setið henni allan dag að rifja upp Britney Spears lög. Rólegur að fíla Crazy. Crazy, það er ekki töffið það. Það var enda hann að hlæja. Það var eiginlega bara myndbandi. Það var myndbandistróka, sko, mjög ástæða. Herðu, svo þetta eiginlega bara svona pínu fastegnaslúður í gangi því að næsta slúður. Fastegnaslúður? Já, ég fíla það. Það er eitthvað nýtt og gott. Af því að núna eru þau John Hughes og eiginkona hans, hún Cynthia Abendishen. Þetta kannski ekki þekktustu nöfnin í bransanum, en þau áttu húsið sem að Home Alone 1 var tekin upp í. Og þau sem er einn besta mynd sem gerði þau verið. Rólegur. Og þau hafa núna ákveðið að selja þetta hús. Þau keiftu það. Nei, já, myndin var tekin upp 1990 í þessu húsi og það er talað að höfðu selta þá og þá höfðu fengið $2,4 milljónir fyrir það en fá í dag 1,5 þannig að þau eru búin að vera aðeins að treyna þetta að selja húsið. Ég veit ekki hvað fólkið er. Nei, auðvitað ekki Steindi, þetta er bara eitthvað fólk sem á húsið sem að myndi á tekin upp í. Já, ok, sorry, ég held þetta ætti að vera eitthvað frægt fólk, sorry. Já, nei, það átti bara húsið sem að myndi á tekin upp í. Já, ég skeita þarna, sorry. Nei, það er engin brjálæður, þetta er bara svona. Og þetta hús er í Chicago og þau eru, eins og ég segja, að selja það fyrir $1,5 milljónir og það er talað hérna að húsið færi á svona 6 til $700,000 ef þetta væri ekki The Home Alone House. Þannig að, ég veit ekki, það er ekki ágætlega gaman eiga húsið sem Home Alone var tekið upp í. Jú, ekki ef þetta væri húsið í Home Alone 2, mástu, það var alveg allt, það var eitthvað old piece of shit hús. Já, nei, það var bara súmynd gerist í New York. Já, jú, algjörlega, húsið í rústi. Fannst ykkur Home Alone góð? Já, geðvik. Já. Ég sagði frá því í slúðrunni daginn að Macaulay Culkin, hann mátti ráða þá hann ekki vilja leika í myndinni því þetta rústaði bæði lífi hans og allir fjölskyldunars. Já, greiðgarna. Já, einmitt. Þetta er nefnilega svona, þetta er hættulegt í Bandaríkjunum, það er með þess að barnastjörnu syndrom, sko. Já, það. Að fólk svona, fer oft svona illa út í. Já. Ekki hérna á Íslandi. Nei. Við erum lausið það. Hver er svona, hvað er svona stærsta barnastjarna á Íslandi? Það er svona svo Ruth Reginald, hún fokkaði svolítið upp að frægð af sem barn, sko. En svo var hún bara núna í DFF hún byrjaði að reykja, 11 ára, út af því henni var svo mikið stríkt út af reykingalæginu. Þannig að til þess að sína að hún væri smá töff, þá þurfti hún að byrja að reykja. Já, reykti stubba sem einhver hendi. Og það var þetta búðir. Já, hún var aðallega í stubbanum, sko. Var hún að stubba þetta? Já, það kom ekki fram í fréttin, en Steindi greinilega að lesa það svona milli línuna. Það hlýtur að vera 11 ára. Já, samt, sko, hún náttúrulega var orðin að celebrity, þannig hún hafði örugglega alveg efni á einhverjum pakka, sko. Kannski beðið einhvern að kaupa fyrir, eitt Viceroy. Skiptir ekki allir máli. Ef það væri eitthvað húsitt á Íslandi, strákar, haldið að myndi hækka í verði af því að þessi átti eða eitthvað? Já, ég held til dæmis að Hrafn Gunnlaugsson myndi selja húsitt, þá geta hann selta á helling. Já, það er bara því að svo vel staðsett, það er ekki að því að Hrafn Gunnlaugsson átti það, sko. Jú, það myndi koma nokkra auka kúlur út af því. En svo hver ætli búi í húsinu sem að Björk Guðmundsdóttir ólst upp í? Það geti alveg verið, veist, svona einhver smá auka peningur fyrir einhvern svona sikk Björk-fann. Já, ég held að þetta geti líka verið bara með bíla. Það er Uddi Blöð átt hana bíl. Já, róluð. Auka kúla. Herru, ég get mér sagt það, Hyundai Coupe mér seldi þessu 80.000, þannig að það var ekki meira það. Herru, þá er það síðasta slúðrið og það er af henni Ashley Olsen, tvíbrásystir, en hún var að gefa þá yfirlýsingu að hún er hætt að leika. Hún ætlar að einbeita sér... Sem betur fyrr. Nei, ekki svona stund. Ég er að tjóka. Ekki á föstudegi. Nei, ok. Hún hefur ekki leikið í bíómynd síðan 2004, en þær systur voru svona barnastjörnur og léku í myndum frá Disney og annað, Nickelodeon bíómyndum og eitthvað. En hún ætlar núna bara að einbeita sér að skólanum og tísku línunni sinni. Systirinnar ætlar hins var að reyna
reyna að halda áfram að leika og hún segir hérna að ekki getur hún verið að leika krakka lengur og það voru vinsælustu hlutverkin hennar en ég get ekki alveg verið sammála því ég þekki mann sem verður 35 ára á árinu og er komið hreiður í krulluna sínar og er ennþá að leika barn þannig að ef að Sveppi getur leikið krakka okkur getur ekki Ashley Olsen gert það líka Algjörlega Ég er sammála því Hún ekki hægt alltaf snemma Jú, hún nóg eftir stelpan En allavega, þetta er leiðilegt slúður En Ræðilegt Þetta var slúðurpakki dagsins að þessu sinni Var þetta ekki ágætið slúður? Menn sáttu við það? Það var ekki mikið varið í þetta Auðun Þakkaði fyrir það Jú, fastegnir og þetta ég er að fíla þetta Hér rétt aftan á hotnir ætlum við keppnum hver gerir viðbjóðslegasta Facebook-statusinn en fáum fyrst Eminem og Fela No Love I'm sticking to the script. You niggas skipping scenes. Be good or be good at it. Og fleiri No Love. Bent, nú ert þú svona í besti rappar Íslands. Hvernig ert að fíla Eminem? Eminem er flottur strákur, sko. Það er einn af þínum uppáhalds. Já, hann var einn af mínum uppáhalds. Mér veist reyndar að það var svolítið síðri á undanfarnum árum, sko. Hann er svona breytt allir rappbendingunni og allt er einhvern veginn hrópað og massíft emo-hátt. Og eitthvað svona hluti eitthvað svona, ég vildi að þessar flugvélar væri falling stars og ég geti óska mér lífið þitt, þú ætti að grípa lífið þitt og gera það sem þú vilt. Maður bara, þetta er alveg eitthvað svona Aerosmith-rapp eitthvað. Ok, þannig þið fannst hann betri í byrjun? Já, rapp er fyrir ungt fólk, sko. Menn er ekki að rappa eftir orðin fullorðnir. Nei, ok. Ég held að það sé bara svo leiðilegt ég held að vera leiðilegast í heimi að lenda á Trúnó með Eminem. Nei, það? Já, ég var alveg til í Gucci Trúnó með honum. Hann geti vælt. Já, hann reynda, ok, hver er þá svona besti rapparinn í dag, Bent? Gísli Pálmi. Gísli Pálmi. Þar hafið þið það, en ég var að lesa þetta strákar á FM-preppinu mínum að 71% af öllum bandaríkjamanum myndu dissa draumajobbið sitt fyrir starf sem er hærra launað. Og þetta fekk maður svona aðeins til að hugsa. Hvað til dæmis þegar þú varst að alast upp, Steindi, hvað var draumajobbið þitt? Mér langaði alltaf að vera leikstjóri. Já. Og mér langaði alltaf að vera bóndi. Já, ok. Þannig að þú ert... Félagi minn vildi vera hommi og glæpon. Hommi og glæpon? En hann vissi náttúrulega ekki hvað eiginlega hvort þetta. Það er þetta að vera bæði. Já. Bent, hvað var svona draumajobbið þitt? Ég ætlaði að vera svona náungi sem situr út á götu og teiknar myndir af fólki fyrir túskall. Ég hafði séð út á Spáni og fannst bara fuck, best að vinna í heimi og bara situr út og teiknar. Sitt í sólinni bara og teiknar. Já, svo fatt ég þessi gaurar eru alveg bara eiga engan penning. Já, þannig að þú myndir þess að draumajobbið þitt fyrir Já, algjörlega. Já, ég ætlaði alltaf að vera atvinnumæður í fótbolta en svona áttaði mig fljótlega. Já, ég ætlaði náttúrulega líka að vera það. Já, þú varst, það vita það ekki allir, þú varst ákveður í fótbolta. Já, ég æfiði með Víking og Fylki og svo afturheldingu í mörg ár. Varst að spila með meistaraflokk eða? Nei, ég spilaði einhverja leiki. En ég hætti, ég var aðeins svo ungur, ég var lánaður upp og svo fór ég að hætta því að ég meittist í fætinum. Var það bakkusinn eða? Nei. Hvenær nær hann tökum á lífiðinu, Steindi? Það var þegar ég hætti að skeita og byrja að reykja. Gott verður. Það er glæsilegt. Bent, þú er aldrei verið mikill íþróttamaður eða? Nei, ekki það svona mikið, sko. Nei, varst það að æfa eitthvað? Þú hatar hópíþróttum? Já, ég finn mig ekki í hópíþróttum. Nei. Ég veit að það er alveg einhvern veginn fáralt að segja það. En ég er bara meira fyrir að bæði stunda og fylgjast með einstaklingsíþróttum. Ég eiginlega undanfarin ár hef ég bara mest verið eitthvað í bardaíþróttum og lifta og svona, en meira þess að lítið af því líka, sko. En æfður þú fótbolt eitthvað eða? Bara því ég var bara lill krakki, sko. Já, bara gutt, ég held að allir æft fótbolt einhvern. Já. Hvað heitir aftur íþróttin í Svíþjóð? Svíjar eru ekki eitthvað. Curling. Já, curling. Sem þú ert að skúra fyrir framann hnöttin. Ég var hrikalega að prófa þá íþrótt. Ég var ógeðslega til ég held ég væri geðveikur í þessu. Já, þetta er ákveður heldur að vera geðveikur í þessu. Hvað er það sem að farið til að halda? Af því að ég líka nefnilega ágætur í boccia og svona. Þetta snýst um að fara nálægt einhverjum hlut. Já. Skilur, veistu hvað þetta er að fara? Ég er enda að sé þig í boccia, þú ert ekki spes. En allavega, við getum reynt að fá að prófa. Er spila curling á Íslandi, vitið það? Ég er nefnilega að heyrði að það væri verið að spila curling. Ok, good shit. Ég er alveg til að prófa það. Herru, við ætlum að fara í auglýsingar og svo kemur keppnin og þar treystum við á ykkur kæru hlustendur því að við ætlum allir að setja á Facebookið hjá okkur einhvern ógeðslegasta status sem við getum sett og svo er það í ykkar höndum að velja versta statusinn. Eru þið búinir að spá eitthvað í þessu? Já, ég er alveg svona nokkurn veginn búin að ákvæða hvað status ég ætla hendur. Ég er nefnilega búin að ákvæða. Já, ég var að skrifa minni þetta niður. Herru, auglýsingar, svo fá að heyra þessa statusa og kjósa. Bókamarkaður Perlunnar er nú hafinn í Perlunni með frábærum tilboðum. Aldrei hefur jafn mikið úrval verið að bókum og í ár. Í tilefni þess
þess ætlar FM 957 og bókamarkaður Perlunar að fara með þér í smá leik. Fyndu Facebook-síðu bókamarkaðs Perlunar, líkaðu við síðuna og þú getur unnið gjafabréf á fullt af bókum á bókamarkaðum. Einnig munu nokkrir hlustendur næla sér í gjafabréf í beinni útsendingu. Fylgstu vel með á FM 957. Heiðar Austmann í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Hljómsveitin Sigur á Bar 11 á laugardagskvöldið. Sigur eru nýkomin af bælarmhátíðin í Noregi sem að sveitin vekti verðskulda athygli. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn og guðavegarnar auðvitað á tilboði. Bar 11 og Túborg, dans, dans, dans. Galdrapottur, fullur af seiðandi seðlum, stefnir í 28 milljónir. Laugðu þér smá lottó. Hér er ein ástæða mörgum fyrir því að kaupa bíl hjá Toyota betri notuðum bílum. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Toyota, betri notaðir bílar. Láttu lágaverðið okkar létta þér fermingarundirbúningin. Kransakökuform, hrærivélar, tertudiskar, kaffi og matarstell. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Taktu þátt í Toppleik Kókapuffs og þú getur unnið ferð fyrir 4 til Euro Disney og fjölda annarra vinninga. Allar frekari upplýsingar á kokapuffs.is. Úrilla Górillan kunngjörðir. Íslensku ping-pong-deildina. Fyrsta mót fer fram næstkomandi föstudagskvöld á Miller-tíma klukkan 20. Stelpur á móti strákum 2 í liði. Skráning og nánari upplýsingar á gorillan.is. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Grjótarlag hérna á FM 957. Þetta er Sail með Avil Nation. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Góð kunningjar þáttarins Steindi Junior og Bent með nauta hérna til 6 í dag. Frábært að vera þetta. Já, það er mikil stemming í okkur strákunum. Það er föstudagur í okkur og nóg framöndan. Sverrir Bergmann hérna rétt á að komin með föstudagslægið. Og við erum að fara í Facebook status keppnina okkar og annað. En ég myndi að Pétur Jóhann, vinur minn, hann er staddur í Vestmannum og sagði mér hérna fyrir í dag að ef ég hefði einhvern áhuga að fá veðrið beint í æð frá Vestmannum, þá geti ég hringt í hann og við höfum ekki áður verið með veðrið hérna á föstudegi. Reyndar sko síðast þegar við ætlum að vera með veðrið að þá var síminn hans svo silent og hann svaraði ekki. Já, ég heyrði það, þetta hafa sturlað. Já, og þar á undan var hann á klósettinu, þannig að þetta er oftast klikkað. Það er líka, mér finnst að fara út til þess að fá símtal og hvað, hann fekk 5 missed call eða eitthvað? Hann fekk 5 missed call því að síminn var á silent og sko hann stóð úti í hríð í svona tæpa 10 mínútur og fattaði ekki ég var búinn að ringja fullt. Þetta var eitt lag sem átti að vera á milli. Hann svaraði ég bara stend hérna með kaffi maður. Það var alveg engur búinn að gleyma þessu. En allavega þá er í fyrsta sinna fösti og frá Vestmannum er komið að Kíkjum til veðurs í FM 95 Blö. Hvernig veður úti? Hvernig er veður úti? Já, ég veit ekki. Spáðir þessu? Ég veit það ekki heldur. Þeir fara ekki með mjólkina norður og þessu? Já, nokkuð ljós. Það er félag húsasmíðamestara sem býður þér upp á veðri í FM 95 Blö. Rétt, það er komið að veðrinu. Ég er bara nokkuð spenntur. Ég væri til að vita hvernig veðrið er í hann. Já, Pétur. Já. Komdu sæll og blessaður. Nei, komdu sæll og blessaður. Hello, Peter.
Hello, Audi Blue. Herðu, þá komið að, veðrinu. Þetta fyrsta sinn sem við tökum þetta á föstudaginn. Það líka því að þú ert ekki í Reykjavík að þessu sinni. Jú, réttir hamingjaður Rauðan Blöndal. Hver með þér þarna? Það Steindin? Steindi og Bendir hérna á kantinum. Nei, eru þið báðir þarna? Já, við erum báðir hérna. Fleira feskir. Þið eru svo indislegir strákar. Dúllu, spaði og púður, snúður. Hvað segirðu? Ég segi svo fínt maður að það bara nánast skömmaði. Já, þetta eins og Will Smith sagði. I'm so good, it's almost a damn shame. Já, einmitt, ég var að stela það á. Hvað og hvernig er veðrið í Vestmannaeyjum? Já. Þú ert inni. Það er ekki mikið rók í kringum. Getur ekki, aldrei hægt að gera hann að dagskrárlið rétt. Er ekki hægt að stóla þig, Pétur? Við erum að ringja út af veðrinu, þú ert inni. Herðu, ég verð náttúrulega að byrja á því að fá, er búið að spila, ramman? Já, trailerinn var, veðrið. Jú, já, þannig að það er búið að því. Já. Hann er á klósettinu, heiði ekki Bergmanni. Nei, ég bara er hérna fyrir innan. Hvort brýtur þið saman að krumpar í kúlu? Nú er ég, herðu, veitu, nei, ég heyri ekki í ykkur hérna, það er svo. Kæru hlustendur, nær og fjær. Pétur heiti ég, Jóhann Sigfússon og býð ykkur hjartanlega velkomin í veðurfréttir í FM 95 Blöð. Ég er þessa stundina stattur í Vestmannaeyjum og þar er blíða eins og vanalega. Hér horfið ég til himins, blár himinn, smá snjóslæða yfir jörðu og svona vindgnauð eins og við heyrið. Þetta er létt góla eins og við köllum það hérna í Eyjum. Loðnuskipin eru reyndar... Smá góla, það heyrist ekki í þér, sko. Hvað segirðu? Smá góla, það heyrist ekki í þér? Nei, start á snúðum hlið. Er ekki skjólað eitthvað, Pétur? Það er eiginlega sama, sko, hvar maður stendur, það er svona, það er alltaf svona gnauð, eitthvað vindgnauð. Já, ég heyrði það, en annars blíða. Heyrðu, Holkefjörð Horni, maður! Holkefjörð Horni? Við breytum þessu bara í Holkefjörð Horni. Holkefjörð Horni í Vestmannaeyjum, ef þið sjáðu Pétur Jóhann að einhvers staðar, þá með ég flauta. Við erum í Holkefjörð Horni hérna í Vestmannaeyjum. Endilega, já, sælar. Sko, Pétur, héðan, það heyrist, þetta virðist vera að skýta viður í Eyjum, sko. Nei, það er eitt vong og blíða, sko. Það er bara svo stattur í Twister. Hónkefjörð Horni. Já, Hónkefjörð Horni. Nei, ok. Fólk er að flauta. Hann stoppaði. En hvað er Farð inn í bílinn, Pétur. Far inn í bílinn? Já, kynnt inn í bílinn. Sælurinn, hvað segir þið? Getið þið skuttla kallinum? Já, skuttla kallinum að fara. Heyrðu, ég var að fara. Illa klættur. Illa klættur? Þetta er náttúrulega svo mikið blíða hérna, maður. Hvert eru þið að fara? Það ætlar að skuttla þetta kirkjuga. Herðu, segðu þú sétt að fara að hitta Vestmannaeyja kærustuna hérna og sett með eina í hverju höfn. Já, heyrðu, það á bíl að flauta, heyrðu þið þetta? Já. Það er allir að hlusta í Vestmannaeyjum, allir. Það er allir, en þau eru með stilt á bíkjuna þannig að þau heyra ekkert í okkur. Já, herru, segðu þeim hérna og sért að fara að hitta nýjustu kærustuna henni í Vestmannaeyjum. Ég er að fara að hitta kærustunum minni í Vestmannaeyjum. Veitu þið hver hún er? Nei, hver er kærustunum? Þú fékkst nafnspjald á síðustu þjóðhátíð. Ég fekk nafnspjald hjá hann á síðustu þjóðhátíð. Nú? Þannig rúlla kallinn, þið vitið ég er frægur. Þannig rúlla kallinn. Og hvað er hann? Þið vitið ég er frægur. Vitið ekki fokkan hver ég er? Já, gott maður. Þú er mjög frægur. Já. Hvað er svona uppáldið ykkar sem ég hef gert? Hvað er svona uppáldið ykkar sem ég hef gert? Spurðu hvort þú vilja halda titlingin ára með að tala um það. Það er náttúrulega ekki maður vita sem ég sjá. Hvað sagður þið? Nei, ekki hlust á hann. Naut og sveppa, já. Já, það var náttúrulega besta, þeir eru æði. En og hann gefur mér að sinn? Nei. Ekki? Já, það getur vel verið, þið voru alltaf að gera eitthvað. Byrja að syngja Já sæll og fínt, Já sæll og fínt. Já, sæll, já. Ég geti þetta ekki. Nei, herðu, ok, þetta var veðrið. Pétur, alltaf gaman að heyri þér. En Pétur, hvað ert að gera í Vestmannaeyjum? Akkur ertu það? Við erum með sýningu þetta í kvöld, ég og Þorsteinn Guðmundsson. Það er hérna, Pétur, Pési, Steini og Gaur á trommu, hérna í Eyjum í kvöld. Í höllinni? Hvað segirðu? Í höllinni? Í höllinni, kallið minn. Ég veist þið stemning, maður. Þannig ef að fólk er að hlusta í Vestmannaeyjum þá hvet ég ykkur til að fara að kíkja á strákana Pétur Jóhann og Þorsteinn Guðmundsson, enda 2 finnustu með landsins að mínum mati. Ánægði með ykkur að hringja svo og minna á þetta. Já, að gera allir í Vestmannaeyjum að kíkja. Herðu, takk innilega fyrir að hringja mig. Herðu, við sjáumst hérna á þið neglið þetta í kvöld. Hvað það er? Kostum kveði á steina, þið neglið þetta.
Við gerum það. Verður bara þú sjálfur og þá gengur þetta vel. Ok, bye. Herru, þetta var Pétur Jón Sigfússon með veðrið. Það er komið að lagi... Þetta snerist út í ykkur á stjórnuna það. Já, það var bara einhver bíll sem stoppaði þegar sá hann illa klæddan. Herru, það er komið að lagi sem ég veit að Bent ætti nú að þekkja vel. Veit ekki hvort hann hafi farið í hvíta latexskalan einhvern tímann. Vona því ég verði til að sjá það. Þórinn Antonía, too late. Með ykkur á FM 957, föstudagsfílingur í okkur strákunum hérna og það styttist í Chub Little Swessman, hann er frá að koma hérna með föstudagslægið eins og alltaf á föstudögum og svo er Facebook statuskeppnin, hún er strákar, núna skrifum við statusinn og við lesum hann svo hérna eftir auglýsingar eftir skamma stund og þá hringja hlustundur inn en ég var að spá að byrja áður fyrir með auglýsingar á dagskráliðnum Sturlaða staðreyndir. Vilt að við skrifum inn statusinn núna inn á Facebook? Bara núna eftir smá stund, þegar ég fyrir auglýsingar. Herðu, þá er það Sturlaða staðreyndir eða Insane Facts og þótt ótrúlegt með við strákar þá er þetta allt satt og það er svona skemmtilegra fyrir mig ef þið sýnið þessu áhuga. Já, ég er bara svona ef ég er búinn að lesa staðrindina þá var svona wow, eða eitthvað svona. Ég var að horfa í auguna, þetta er eitthvað utan við sig. Ég skal hætta fyrkt í símanum mín. Þannig veist, þó eitthvað finnst það kannski ekkert rosalega áhugavert þá er þetta ógeðslega gaman þegar komið. Nei, í alvegni, vá. Ok, er þið tilbúinir? Sturlaðar staðreyndir, þá byrjum við. Ribbon-ormurinn getur borðað sjálfan sig ef hann finnur ekki mat og hann getur lifað af þó hann sé búinn að éta 95% líkamsþyngd sinni. Nei, spáði. Hvað verður þá þessa líkamsþyngd? Kúkaranninni? Þetta er þetta góður punktur. Hvað verður það sem hann getur af sjálfur sér? Jæja. Þetta er allavega insane fact. Svo er það sæðistalan í meðalmanni hefur lækkað 30% síðustu 30 ár. Er það laptops? Farsímar? Hún er að minnka hjá okkur. Spurning hvað þetta er. Ég er að segja ykkur að við erum nú erum við allir ballausir hérna. Við eigum þetta ekki. Nei. Haldið þið að þið séu hérna að skjóta bara púðurskjóðum? Það er eina sem Sveppi segir við mig sko. Þeir eru náttúrulega Sveppi komið 3 og Pétur 2 og veist, ég er alveg að fá að heyra þetta frá 70 mínúndar fyrir mig sko. Ég finn gett á mér að mínir menn séu ekki syndir sko. Mér finnst vestur að Hugi fór eignast bad líka. Þannig að það er allir konum með bad sem voru 70 mínúndar með ég. En ég held samt að ég og Sveppi ætlur þetta reynt að keppi í þessu. Maður er aldrei að vita um að gera það bara í útvarpinu. Getur Sveppi gefið þér eitt eða eitthvað? Hvað var mörg? Hann á 3, jú, ég sagði að hann væri alveg til í það. Herru, þá eru fleiri sturlaðar staðreyndir. 96% af öllum tækifæriskortum eins og afmæliskortum og annað er keypt af konum. 96, já, ok, skilst ekki mál. Ófrumlegar. Meðal maður étur 8 kóngular í svefni yfir á ævinni. Ég veit ekki með þessa staðreind. Það ég held hún sé ekki sönn. Já, þetta er allt satt. Já, bara í... Varstu jákvæður? Nei, sko, þessi er ekki sönn, sko. Hefur ekki verið í sumbústað? Það er alveg 2-3 ár. Líka þú varst krakkið á skreiðu ykkur, þú varst að sofa í tjaldinu. Nei, sko, þetta var... Þessi staðreind er gripin og grein þar sem konu sagði að fólk myndi trúa hvað sem verður með þetta standa á netinu og þetta var sett fram í tilraunaskyni og fólk talar ennþá 10 ára senna. Ekki að segja það hérna þá. Ok, Herru, ok, sleppum þessari þá. Herru, það eru hvergi í heiminum fleiri hótelherbyggja en í Las Vegas. Þetta var fúll út í því. Þetta er upp á hliðurinn minn, sko. Insane facts. Það er cool að það sé svona mikið hótelherbyggjum í Las Vegas. Það er kostaðir hann til, það er örglasast. Hvað er mörg hótelherbyggi? Ég veit það ekki, Steindi. Hvað er það fakt? Hvað var verið að segja það? Hann bara segir verið mikið að þeim. Já, ok. Hvergi fleiri í heiminum. Já, ok. Ég er bara, maður er hérna hálfur inni bara, ok. Hákall er eini fiskurinn sem getur blikkað með báðum augum. Staðreind. Við segðum það líka hamstur, hann blikkar bara með öðru augun í einu. Það er ok. Jæja. Herru, karlkyns uglur eru minni og léttari heldur en kvenkyns uglur. Trúi því ekki, sko. Epli, laukur og kartafla smakkast öll eins ef þú heldur fyrir nefið á það meðan þú borða það. Sturlu staðreind. Ég tók einu svona töflu sem hérna breytir... Getum sítrómax. Nei, ég tók töflu sem breytir bragðskyninu. Það var einhver hérna, ég er í nördafélagi og við nördarnir prófum að taka þetta. Og þá gætu við getið sítrónu eins og ekkert væri. Sítróna var eins og appisína. Cool, skemmtilegt. Og bjórbræðaði stíla. Nei, mitt. Skemmti partíð. Næru, þú meilar þessu á mig. Brúðafiskurinn eða klánfisk getur skipt kyn. Já, ok. Það er enda magna, þess mér. Spáði þið bara, það var ekkert að ganga hjá þér sem kallmaður, það bara skiptur kyn og það er að höstla sem kona. Já, menn að sumir gera það. Já, það er enda rétt í þér. Meðal maður eyðir ári á ævisinni í að horfa á konur. Geta alveg passa. Hljóma mjög furðulega, sko. Hvað gerir hann þá öll hinn árin? Ákvæður hann ára þá? Segðu bara, wow, tjóðlega mikið. Kannski er internetin í þessu. Gæðvig staðreind. Og svo það síðasta, high five-ið var uppgötað af svörtum samkynnuðum hafnamoltamanni. Hann var svo fyrsti sem gaf high five. Var hann fyrsti maðurinn bara í sögu heimsins til að slá höndinni sinni utan í aðra hönd? Og segja,
High five. Vá, Bent, viltu ekki bara ná í byssu svo við getum skotið okkur niður með öllu þessum fækt saman? Já, svo leiðum Þú ert ekki með þessum fækt. Ég er bara að skjóta niður rauðin. Þá bara svona í lokinn, strákar, hvað fannst ykkur svona ótrúlegasta staðreyndin? Mér fannst það að vera hérna kóngulatar. Já, nei, það var ekki satt. Mér fannst það og rosalegast með ribbanormin, hann getur borðað sjálfan sig ef hann finnur ekkert að borða. Já. Það er magna. Ég náttúrulega trúði ekki neinu á þessum staðreyndum, þannig að ég vel bara það að þú trúir þessu sem ótrúlegustu staðreynd dagsins. Ég hef ákveðið að trúa þessu öllu. Það er sturlu staðreynd að Bent er með okkur í þættinum. Fáum auglýsingar og svo er það Facebook-keppnir og föstudagsslagi. Þekkir þú lagið? Morgun þátturinn Magasín er að fara í gang með skemmtilegan leik. Þar sem þú getur spreytt þig á hinum og þessum lögum og grætt á því pening. Fylgstu með alla virka mótna og giskaðu á lagið áður en söngurinn byrjar. Ok, tilbúin? Ok, já. Ok, ég þarf bara að vita lagið, hvað það heitir, ekki flytjandan. Ok. 1, 2 og... Seldu þér Apple-fartölvu og fáðu meira út úr lífinu. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Arion banki kynnir fyrstu stórmynd ársins, John Carter. Handan veröld hans geisar bardagi. You are John Carter of Earth? Yes, ma'am. Sem aðeins hann getur unnið. John Carter er kominn í bíó í þrívídd. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Þú kaupir lottómiða. Það er nú allur galdurinn. Potturinn stefnir í 28 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Það er alltaf eitthvað nýtt og gott á Dominos. Nú getur þú valið 3 mismunandi botna, þú getur fengið klettasalat á pizzuna þína, þú getur skipt úr pizzasósunni fyrir Sizzler-sósu eða barbecue-sósu. Þeir bjóðast 5 mismunandi ostategundir og fyrir að kostnaðarlausu getur þú fengið ferskan hvítlauk, svartan pípar, chili-pípar eða oregano á þína uppáhaldspizzu. Dominos 58 1 2 3 4 5. Úrilla Górillan kunngjörðir. Íslensku pírbóng-deildina. Fyrsta mót fer fram næstkomandi föstudagskvöld á Miller-tíma klukkan 20. Stelpur á móti strákum 2 í liði. Skráning og nánari upplýsingar á gorillan.is. Anna Debreceni er ungverskur hönnuður sem starfað hefur í tískuhúsum í Milano og Budapest. Hún ætlar að taka þátt í sjónvarpsþættinum Hanna fyrir Ísland á Stöð 2. Hvernig mun henni ganga? 1 milljón króna og gott starf hjá 66 gráðum norður er í boði. Hanna fyrir Ísland hefst miðvikudaginn 21. mars. Fáðu þér áskrift inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það er 66 gráður norður sem færa þér Hanna fyrir Ísland á Stöð 2. Leið og við hættum að brjóta bein, þá er það beinin brotin í okkur. Það er bara annir. Við veitum að Bruno er aða maðurinn hjá okkur. Skilorðið er langur fangelsisdómur. Þú bara vel að vinna með. Svona það verið rottum sem svíkja vinni sína. Aldrei gleyma því. Svartur á leik. Kominn í bíó. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, Lækiról, slættir úr körlunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Hljómsveitinni Fun þeir að hlusta á FM 95 Blö á þessum föstu degi og það er Sverrir Bergmann er mættur úr svo það styttist í föstudagslægið en það er hins vegar komið núna að Facebook-keppnin okkar. Við erum allir búin að posta á Facebooki okkar hérna viðbjóðslegasta svona status sem við gátum fundið. Ekki svona, sko leikreglu voru þannig þú ættir að setja status á Facebooki sem að þú myndir svona sjálfur hugsa og segir þetta hjá einhverjum bara í alvörunni. Skilurðu? Það var reglan. Og ég hef strax byrjað að kommenta hérna á mér og svo er það undir ykkur hlustundur komið hver vinnur eða hver er með svona eiginlega ógeðslegasta statusinn. Og við ætlum að byrja á Bent. Bent, hvernig er þinn status? Já, minn status, ég strax kom með 6 likes á hann og var að setja hann inn fyrir tæpri mínúti. Hann er svona: Lífið er eins og partypizza, nóg til handa öllum. Munið að hvað sem gengur á í þessum ótrúlega heimi, það er hvert ekkert einstakt snjókorn og saman erum við æðislegur snjóbylur. Og af hverju ekki að byrja daginn á því að labba esjuna, fá sér smá íste, teygjar vel úr skroknum og dásta náttúrunni. Já, lífið er partypizza og Guð gerir frábært pepperoni. Róskall. Þetta er eitthvað ríkalega nettur status. Þetta er ógæðslegu status, maður. Þá er það hérna
Steindi, hvernig er þinn status? Viltu byrja þú á þínum? Og ég byrja á mínum? Já. Ok, statusin minn er... Ég finnst svo stuttan status, sko. Já, statusin minn er... Litla krúsi, músi, dullu frænka mín kom í heimsókn í gær. Er ekki komin tíma á eitt svona engil hjá manni sjálfum? Hahaha, þetta er svo yndislegt líf, broskall. Og það er byrjað að koma hérna, skellt í eitt núna, músi, mús. Og eitthvað svona. Sko, ég skrifaði, ég ætlaði að hafa þennan status hérna, sem ég hætti svo við. Það sem drepu þig ekki styrkir þig. Alltaf að muna það. Annars var ég að koma úr ræktinni, er það potturinn? Það er óþolandi. En ég fann eitt sem er verri. Hvað? Það er broskall með nefi. Ekkert annað. Ok. Það er bara augu, strik og munnur. Broskall með nefi. Ég er strax komin hérna með. Er það þess að statusið þinn broskall með nefið það? Já, það er bara broskall með nefið. Það stendur ekki broskall með nefið. Það er broskall með nefi. Ég skilði. Og ég er strax komið með hérna likes og fólk bara svona að setja broskall á móti og svona. Já, ok. Herru, þá er það 511-0957 og fólk á að kjósa svona ógeðslegasta statusinn og fyrstur upp í 5, hann vinnur þetta. Þetta er ekki flókið. Statusannir komnir og, já, opnum fyrir línuna, FM 95 blöð. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvaða status fannst þið vestur? Bent var með klárlega vesturstatusinn. Þetta var ógeðslegur status, já. Já, þetta var skelfilegt. En Guð gerir gott pepperoni. Herðu, takk fyrir þetta, Önur. Já, rítið. Ok, herðu, Bent hefur tekið fórustuna hérna. FM 95 blöð, hver fannst þér með vesturstatusinn? Já, ok. FM 95 blöð, hver fannst þér með vesturstatusinn? Já, halló. Halló. Ég var að segja hann Steindars. Steindan? Ja, broskall með nefi? Já. Það er ógeðslegt. Ok, þá stað 1-1-0. Ég þarf að fara að fá hann á börnum mín. Herru, takk fyrir þetta. Ok, herru, FM 95 blöð, hver fannst þið með vesturstatusinn? Herru, það er ræktatýpan hann að potturinn. Potturinn, já, ok, það var samt Steindi, þú notaðir hann ekki? Nei, ég notaði hann ekki. Þannig að þú ert að velja eitthvað annan? Þessar týpur, ég get ekki þessar týpur maður. Nei. Kannski broskall með nefi, það er svolítið gott. En svona eitthvað krúsi-músi, litlu, dullu frænka mér var heimsókn í geð, fannst þið það ekkert eitthvað svona? Nei, þegar ég sé þessa statusa með, þessi gaurar er alltaf, þau eru röktinu maður, ég bara, Já, ok. Eða hann á Facebook. Já, en sá status var ekki inni. Það var bara Steindi, las upp 2, sko. Ég hætti við hana. Hættu við það? Ég hætti við hana status. Ég vil vera umleið maður. Já, þú er svo lélegur Steindi, þú ert að hafa hann. Heyrðu, kýs ég dulli músi músi. Anna þekki, takk aðeinslega, herðu, það er allir meitt, við höfum það bara upp í 3, og því að Svessu komir hérna. Það er fyrstur upp í 3, svo það sé ekki of landreið. FM 95 blöð, góðan daginn, hver fannst þið með verstastatusinn? Ógeðslegur broskall. Já, alltaf þekki ég þið maður, djúvill þetta gott. Eitthvað sexið það. Broskall með nefi. Það er ógeðslegt. Ok, takk fyrir þetta. Herðu, þá er það 2-1-1, FM 95 blöð, hver fannst þið með verstastatusinn? Herru, mér fannst lífið partypizza hræðileg. Þá er hann komið 2 stig, ég er að gefa honum það, sko, mér fannst hann vestur. Herru, takk aðeinslega fyrir þetta. Herru, það er 2-2-1, krúsi, dúsi, mullu, mitt er ekki að virka hérna. FM 95 blöð, hver fannst þið með verstastatusinn? Steindin. Steindin. Nei, þá er ég búin að vinna. Broskall með nefið, þekk þetta með, sko málið er, veistu á hverju ég held að þú hefur unnið til dæmis. Fólk var að kjósa líka ræktastatus, þú lest upp 2 statusa. Já, mér fannst hann betri. Já, ég sammála því, það var miklu betri status. Betri. Já. Ég sá samt, þú veist, ég er alltaf að sjá broskalla með nefi á Facebook og þetta er bara í alvörunni. Akkur gerur nefið? Þetta er dettur í að gera nefið. Það vill að það heldur enginn að vera fjölgæðar þetta minn, sko. Nei, það er þetta góðu punktur, allavega mamma er búin að læka þetta, þannig að það er einhver til ég. Ég bæði félagi. Bye bye. Herru, þá er það, já, Steindi vann þetta, en ég vil samt heyra í lokin statusið þinn aftur Bent. Hvað er með hann þetta? Já, ég var náttúrulega með. Já, mér fannst þú með besta og... Já, mér fannst það líka. Þetta var svona, það hefði geta, þetta var bara... Þetta fær maður að vera svona, minnst frægi nángin. Nei. Lestu statusinn? Lífið er eins og partypizza, nóg til handa öllum. Munið að hvað sem gengur á í þessum ótrúlega heimi, það er hvert ekkert einstakt snjókorn og saman eru við æðislegur snjóbylur og af hverju ekki að byrja daginn á því að labba í esjuna, fá sér smá íste, tegja vel úr skrokknum og dásta náttúrinni. Já, lífið er partypizza og Guð gerir frábært pepperoni. Það er bara þannig. Hér réttan af hotnið, Chubby Little Swessman með föstudagslæg. Swess to mouth. Fáum fyrst Mirror með Lil Wayne og Bruno Mars. Hérna á FM 95 blöð á FM 957 og það er komið að lið sem er fastuliður á föstudögum og það er föstudagslægið og hann er mættur innan til okkur í stúdíóið, hann Chubby Little Swessman, velkomin. Hæ, takk. Hvernig ertu? Ég er góður. Gaman að sjá þig, Sverrir. Já, sömuleiðis. Alltaf gaman að sjá þig, þú ert í fallegri gallaskirtu fyrir hlustundur sem sjá þig ekki. Hún hneftist frá samt þegar þú beigði þig á hana. Hvar fékkstu þessa?
Þessa? Já. Þetta fekk ég einhvern veginn lífæðsbúðin hendi. Ok, hvað er svona búið að vera að gerast í lífinu á Sverri Bergmann síðustu viku? Gengur bara í fötum? Búið að vera mikill skóli og svona, ég er að gera teiknumynd og... Mikill skóli? Já, ekkert annað eitthvað? Nei, ekkert. Róluðu bara? Að ræða hér. Ha? Ertu búin að róluðu bara? Já. Ertu alveg viss að setja þetta að gera þetta annað? Herru, jæja. Það er komið að föstudagslæginu. Já. Og hvað er föstudagslægið þessu sinni? Herru, það er What's Up eftir Fornon Blondes. Þetta var One Hit Wonder hérna árið 95 held ég. Ok. Var þetta val hlustenda eða? Nei, þetta kom bara frá ykkur. Já, ok. Já, og eru þið tilbúinir þið strákarnir? Já. Ertu klár eða? Herrum að sjá, haldókunni að koma seinna fyrir. Herðu, þá er það föstudagslægið. Það er What's Up með Fornon Blondes en í flutningi Svessa Bergmanns og Halldórs Gunnars. Klamra á gítarinn, Halldór! Take it away, strákar! Oh my God, do I try? Jöfessi skuldbarki. Herðu, stórkostlegt Sverrir Bergmann með, já, What's Up? Eitt glær dropi á stendana með það. Með Fornon Blondes. Já, þú meinar. Já, Sverrir til hamingju með þennan flutning. Já, takk fyrir það. Og takk fyrir glæra dropa. Já, það var aðeins svo mikið upplýsingum en allir feskir. Já, allir feskir. Herðu, við skuldum smá auglýsingar og komum svo aftur að vörmuspori og ræðum við Svessa hvaða lag hann ætti að taka næst og svo er líka, At með grínrödd steindi og það er þú sem ætti að hjóla í það hérna rétt og eftir. Yes. Þannig að það er mikið fjörframöndan. Jim Beam kynnir með stolti Sólstafir á Bar 11 í kvöld. Sólstafir vía nýja sviðið á Bar 11 en sveitina þarf vart að kynna fyrir rockunendum. Þú opnar klukkan 9 og það er frítt inn í boði Jim Beam. Jim Beam á Bar 11, flóð og fjara. Núna, 16 tómi pizza með 3 áleggjum. Já, ég sagði 3 áleggjum fyrir aðeins 1590 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Sony Center er á leið úr Kringlunni í Borgartún. Það er meira pláss fyrir allar græjurnar okkar. Sony Center, nýherja Borgartúni. Sky Agency kynnir ásamt Burn og Dominos. Aðeins 2 dagar í að Tiesto mæti og gera bygglust í Vodafone-höllinni. Tryggðu miða á miði.is eða í Brim Kringlunni. Miðanum fylgir passi í eftirparti á NASA með sjálfum Tiesto. Yes or no, motherfucker! Yes! Fuck, hvað er miklu skemmtilega á einsku? Ég veit! Mið Ísland hefst 5. 22. mars. Fáður áskriftinn á stöðu2.is. Stöðu 2. Skemmtilegri. Það eru Hagkaup og Thule sem færa þeim Mið Ísland á stöð 2. Mitja Mór. What You Really Hurt Me syngja Rihanna og Coldplay, Princess of China. Við setjum hérna ég, Steindi, Bent og Sverri Bergmann í miklum föstudagsgýr og það er alltaf þannig með þig, Steindi, að þú ert að fara að gera eitthvað. Já. Þá verður þú svo stressaður. Nei. Jó, þú ert mjög stressuð típa. Já, ég er, lífsættur og allt þetta, ég er með kvilla, marga. Já, en svo núna, nú verður þú að fara í glataða atið. Já, og ég er bara stressað, ég veit ekki svo hvað búin að velja. Veistu hvað, þegar ég er heima hjá mér og ég er að fara að sofa og konan er alltaf að kveikja okkur kertum. Já. Ég þóla það ekki. Af hverju? Af því að ég er eldrættur og ég er alveg eldrættur? Já, ég er alveg þannig upp að það bara kveikir í húsum. Það kveikja okkur kertum hérna á kvöldin, sko. Nei. Jó, ég get svarið þetta. Og þú vilt ekki hafa kósi bara með gunni? Nei. Og ég, sem sagt, sko, ég geng á öll kerti. Já. Og þú veist, þá er ég búinn að slökkva allt. Og ég feið með síma minn, ég með svona vasaljós á símanum, sem ég, svona app. Já. Ég lýsi onni öll kertin. Svo fer ég og teki hurðahúnin alveg 20 sinum. Hann er farin að losna af hurðinni. Kík yfir eldavélina, alveg margoft. Gerur þetta alltaf áður fyrir að sofa? Af hverju lýsir ofan í kertin? Stundum er ég bara í stíð, nenni ekki að fara upp í þá þarf ég að fara að eyða 10 mínútum að fara yfir allt þetta. En af hverju lýsir ofan í kertin? Nei, bara alltaf okkur að sé ykkur... Það sé glóð sem sést í myrkri. Já, bara ykkur glóð bara, þú veist. Já, ok, það er eitthvað... Ég var bara alveg svona uppbytti. Herðu, ok, hvað? Einnin í herbyggið eða? Nei, en þú veist, ef það var kjúklingur í matinn, þá var hann þurr, sko. Já. Það var ekki salmonelli með mér. Herðu, ok, reglur eru mjög einfaldar, Steindi. Ég hringi núna og ég er búinn að segja þér hvert ég er að hringja. Ok. Og þú átt að vera með grínröddu og því fyrir sem einhver bara segir er þetta að eða hættu sem fíblaskap eitthvað því betra þannig að þá, veist, vinnur leikinn, sko. Ok, má ég prófa rattir núna? Já, ég er samt alveg að fara að ringja. Ok, hvernig finnst þér þetta, hvort er þetta hérna? Halló? Eða, halló? Já, seinni held ég. Halló? Já, ok. Prófum þetta, herru, hringi. Ég er að svitna, sko. Vonda atið í F9 Þú ert að hringi í hótel og það er GSM-sími. Já.
Hvað skýta út? Hvað skýta kom? Ekki verið að tala frá svara. Svarar ekki. Byrjaði nú að ringi fyrirtæki sem með heimasíma, sko. Þetta er 421, sko. Þannig að hann tengir bara greinlega fyrirtæki beint í gemsa sinn og gerir það svona vel. Svarar ekki eins og niður. Þú skýta brumbarðamæður. Þá var ég að ringja hérna í... Ok, þetta var sko hótel, bílahótel, þannig að við gáttum ekki ringt í það. Þá er ég manna hérna að það er, prófum þetta. Eitthvað annað bílahótel? Nei, þetta er dekkjaverkstæði. Guðurinn þar taka ekkert bullshit, sko. Nei, ég verð lamin eftir þetta. Prófum það. Nei, svari. Kjellin, góðan dag. Já, halló, er þetta... Getur þú nakkreisaði mér? Já. Já, hvað kostar það? Ég veit það ekki sentimér. Hæ? Ég veit það ekki sentimér. Hæ? Hæ? Hvað sagður þú? Ég er að hlusta á FM, sko. Þetta er sjálfur, maður. Ég var ekki einu sinni byrjaður. Ég ætlaði að fara að tala, ég ætlaði að fara að segja allt sem við vissum bíla, maður. Já, sko, þetta er sjálfur. Herðu, afsakaði vonaði. Sorry, maður. Herðu, þetta var ekki nógu gott. Ég er bara nokkuð ánægð með þetta. Þetta er samt fínasta grínur til þér, þú mátt eiga það. Djúföldur sjálfur. Jæja, herðu, fáum Pitbull, Give Me Everything, Steindi. Við erum þessi partur af morgunþættinu Magasíni það. Já, Steindi slapp vel þarna, en það er aldrei að vita nefn að við hendum einhverju nýja án í lok þáttar. Trú ekki að séu öll fyrirtæki landsins að hlusta. FM 95 blöð á föstu degi. Klukkan að verða 5:30, mikið stuð í gangi hérna hjá okkur strákunum og það er komið til okkar góðu gestur og það er fyndnasti maður Íslands, Daniel Geir, verður velkominn. Já, takk fyrir. Sæll vinur. Hvernig hefur það? Heyrist í þessu? Já, ég hef það mjög gott. Mjög gott bara. Góður bara? Já, föstudagur og... Já, föstudagsfílingur? Föstudagsfílingur, sko. Hvernig er að bera titilinn fyndasti maður Íslands? Er það pressa? Nei, þetta var náttúrulega bara keppni eitthvað, sko. Ég er ekkert að missa mig yfir þessu. Þetta er alveg skemmtilegt og búið að vera meira að gera eftir keppninar, klárlega, sko. Já, en kynnur þið sem Daniel fyndasti maður Íslands? Nei, ég kynni mig ekki. Nei, nota það ekki svona að þú ert að tala við stelpunnar á hana? Nei, ég held, þú veist, spéfuglar og stelpur, það er ekki matsendilega, sko. Nei, Steindi, nú gerð það gott sann, sko. Já, frábæra konu. Já. Já, þú veit það. En hérna, ég hef líka alveg séð bara Bjarnar Töframann taka spilagaldra á barnum, sko. Já, það erum að gera nýta hérna grínið. Já. En hvað, ertu búin að vera skemmta mikið og svona eftir þú vannst? Já, það er búið að vera bara talsvert að gera, sko. Já, hvernig grín ertu að vinna með? Ertu að gera grína sjálfur? Já, það er að nóg að taka það, þannig að gera nýta það. Ertu með eftirhermur og svona, hvað ertu að gera? Nei, ég vil þetta ekki verið með eftirhermur, nema bara eitthvað svona algjör lágmark, sko. Já. Ég reyni náttúrulega bara að fylgjast með einhverju sem er að gerast og bara einhverju vitleysa. Ég líka spila ofta á gítar. Ok, ertu með tónlistaratriði også? Já. Við erum eftir að fara að frumflytja nýtt lag sem þú varst að henda í. Já. Og hvað heitir þetta lag? Þetta lag heitir Partí á Rassgötu 3. Partí í Rassgötu 3? Á Rassgötu 3. Á Rassgötu 3, ok. Þetta er svona nýtt gamalt lag, sko. Já. Þetta er í raun og veru lag sem að Sólstrandagæjarnir gerðu og þeir eiga nefnilega svona perlur sem að flug ekki hátt að því að það var kannski ekki alveg nóg vel gert. Já, ok. Þannig ég fekk bara færustu spaðana, Stop 8 Go til að vinna þetta með mér og ég gerði nýjan texta nema í viðlagið. Já. Og þá var þetta bara unnið upp á nýtt. Ok, er þetta eitthvað sem þú ert búin að vera með í maganum í eitthvað tíma eða? Já, það var svona, langaði að gera þetta og rætti þetta fyrir löngu við Jónas sem að samdi þetta lag á sínum tíma, sko. Já. Og núna var bara kjörið tækifæri að hendi ykkur rögl, sko. Ok, en hvað, áttu kærustu? Nei. Nei, ok. Hefur keppnin ekkert hjálpaði með það? Nei, ekki neitt, sko. Þetta er alveg bara dauð og djöfull. Já. Ég auglýsi hér, nei. Nei, við auglýsum bara... Andunum, getur þú ekki aðeins kentanum hvernig það var að fleka konur? Sjálfur hendin hotlust. Það voru að móta hana mann, svona eins og ljónatemjari mótar ljónin. Það er frekar að þú varst eindi aðstofan, þið eru nú báðið með konur. Þegar þú ert eitthvað að vera góð við þig, setur þú eitthvað svona yfir myndaðalinn á tölniðinni? Nei. Tekur þú bara sénsinn? Já. Þú ætlar að vera góð við þig? Já. Býtu, hvað ert að meina? Nei, bara myndaðal á tölum. Já, skemmtileg pæling. En herðu, við ætlum að frumflytja þetta lag. Það er auðvitað að komast í þessa myndaðalana. Já, ertu hræddu við það? Þú ert eitthvað svona eitt með sjálfu þér? Ég sé myndir að Steinda, það er ógeðslegt. Ég er hræddu við allt. Steindajunior.is /webcam
Við reyndum svona, svo ég komast inn á þetta lag, að búa til svona, taka inn hinn og þessi element. Þú veist, fólk kann ekki að dansa, þannig að það svona partur fyrir gaurinn sem klappa bara með lögum, sko. Já. Og svo fyrir það sem taka alltaf lúftgítarinn, það rosa fyrir það þarna. Og svo bara svona viðlaga sem ég held að fólk eigi kannski eftir að fá svolítið á heilan, sko. Þetta svona, nú ert að gera grín að típunum sem á djamminu? Já, ekkert endilega að gera grín, bara svona, nú eitthvað tími eitthvað. Ok, herðu, kynntinn lagið, það allt tilbúið hérna. Já, þú ert að hlusta, eitthvað svona. Já, bara hvað lagið heitir? Lagið heitir Partí á Rassgötu 3. Já, það bara setjum við hérna í gang og þetta frumflutningur hérna. Næstum þetta shit. Já, fyndnasti maður Íslands, tjekkum á þessu. Rassgötu 3, þetta frumflutningur hérna í FM 95 Blöð, fyndnasti maður Íslands Daniel Geir með þetta lag og hvað segir strákar, þetta spilun eða bilun eins og strákarnir á FM segja? Byttu? Hvað er það að setja á þig headphone-in? Headphone-in alveg í ruggina. Headphone í bransan. Var þetta ekki bara skemmtilegt? Já, þetta ekki bara spilun. Það er hressandi, sko. Já, partí á Rassgötu 3, þetta eitthvað sem maður getur fengið á heilan. En hvernig helgin hjá fyndnasti maður Íslands? Herri, ég að skemmta ásátt í fangelsismálastofnunar á morgun. Já, ok. Það er hressandi gegn. Hefurðu lent í fangelsi? Nei, ég hef ekki lent í fangelsi. Ertu með eitthvað góða svona prísundar brandara? Já, kannski, ég veit það ekki. Ég ákveði bara samdagur hvað ég ætla að gera. Ég nenni ekkert að pæla allt og mikið í þessu. En eins og þegar þú ert að fara núna hjá fangelsisstofnun, reynir þú þá að sniða grínið að Já, þetta er líka oft svona basic að fá bara nöfnin á fólkinu sem að sniða þetta að grilla í og búa til eitthvað í kringu það og svo leiðis. En sérðu þið fyrir að þú sért að fara að syngja þetta lag þegar þú ert að gigga? Ég veit það ekki. Það þyrfti þá væntanlega að vera eitthvað fleiri lög og eitthvað svona til að fylgja þessu eftir, sko. Já, hver voru þarna með þér í bakgröndum? Það var eitthvað stúlka? Já, stelpa sem heitir Guðný Pála. Ok. Sem að tók þarna fullt af röddum og stóð sem minnst takri príði. Já, virkilega vel gert. Þetta var allavega frumflutningur hérna á læginu og við bara þakka þér kærlega fyrir komuna. Já, bara gaman að koma. Og ósku þér allsins besta. Við skuldum auglýsingar hérna, förum í auglýsingar og svo fær Bent, ég var að spá að gefa Svessa rematch í flottulagakeppninni hérna eftir. Þú vannst hann síðast. Já, og rústar honum aftur. Og rústar honum aftur, segir hann, vonandi kemur Svessi með eitthvað hressandi lag. Þú vildi meina að það væri létt að vinna Svessa því hann kemur bara eitthvað svona... Já, hann svolítið að spila fyrir sína kynslóð. Já. Og svo kynslóð veist... Já, á ekki eins og útvarp, sko. Það sköllótt, kynslóð. Hætti að vera að blanda sköllóttum inn í þetta. Fáum auglýsingar og komum svo aftur. Takk aftur, kærlega fyrir komuna, Daniel. Bókamarkaður Perlunar nú hafinn í Perlunni með frábærum tilboðum. Aldrei hefur jafn mikið úrval verið að bókum og í ár. Í tilefni þess ætlar FM 957 og Bókamarkaður Perlunar að fara með þér í smá leik. Fyndu Facebook-síðu Bókamarkaðs Perlunar, líkaðu við síðuna og þú getur unnið gjafabréf á fullt af bókum á bókamarkaðnum. Einnig munu nokkrir hlustendur næla sér í gjafabréf í beinni útsendingu. Fylgstu vel með á FM 957. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsalustu lögum landsins. Íslenski listin, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Verðhrun í Outlet 10. Fyrstur kemur, fyrstur fær. Outlet 10. Faxafinni. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánægðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvoginn Atlandsolía. Á Wilsons færðu 16 tónum pizzu með 3 áleggjum og ostastangir fyrir aðeins 1990 krónur. Wilsons pizza, sími 581-1515. Arion banki kynnir fyrstu stórmynd ársins, John Carter. Handan veröld hans geisar bardagi. You are John Carter of Earth? Yes, ma'am. Sem aðeins hann getur unnið. John Carter kominn í bíó í þrívídd. Hvernig hljómar indverskur kvöldmatur? Á Tandoori færðu heimsþekkta indverska rétti meðal annars tandoori, korma chili, tikka masala og mango. Réttir sem fara með í indverska ævintýraferð. Tandoori, Skeifunni 11. Þessi góður. Ítalskur bátur í speltbrauði á Hlölla. Hlöllabátar ávallt ferskir. Úrilla Górillan kunngjörðir. Íslensku Pýrbóng-deildina. Fyrsta mót fer fram næstkomandi föstudagskvöld á Miller-tíma klukkan 20. Stelpur á móti strákum 2 í liði. Skráning og nánari upplýsingar á gorillan.is.
Komdu á happy hour á hamborgarafabrikunni í kvöld. Vertu glaður með vinum þínum. Svo skutlum við frítt í bæinn. Hamborgarafabrikan. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Sólin í augunum og ég sé ekki neitt, við bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjart það sást og ég missa allan mat. Ég farinn í FM 95 Blö. Þeir sitja hérna Bent, Steindi Junior og Svessi Bergmann og það komið að lið sem alltaf á 50 hjá okkur Hjöppa og heitir Flottulagakeppnin. Þeir Sverri Bergmann og Bent kepptu í þessu fyrir, svona 3 vikum síðan, mánuði. Og þá hafði Bent sigur. En við ætlum að gefa Svessa núna séns á því að, redeem himself. Já. Hvað er þetta símahljóð? Er það ekkert að rústa henni með mér? Það heyrist bara hjá okkur, sko. Ná, herru, þá hérna, reglur er þannig, ég held að flestir hlustendur þáttarins kannastu reglur. Við spilum hérna rúma mínútu í hvoru lagi og svo er undir ykkur komið kæru hlustendur að hringja inn og velja hvort lagið er betra og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Á hverjum ætlar að byrja? Núna hlýtur Bent að byrja. Er ekki best að byrja á Sverri út af við viljum ekki enda þáttinn á einhver ógeðslega depressing city? Prestokki dóttir. Herðu, byrja á Svessi því nennum ekki enda þetta á einhverju depressing shiti. Látum síðan rappræpun að byrja. Það er alltaf verið að vitast. Allt í beinni. Ok, ég ætla að vera þessi gaur sem er í miðinni. Wow, gott comeback. Herðu, ok, þá byrjum við á Bent núna, fyrst að við byrjum á Svessa síðast. Og Bent, hvað heitir lagið þitt? Lagið sem ég ætla að spila með stelpu frá Ástralíu sem heitir Iggy Azalea. Lagið heitir Pussy. Nei, kemur og... Það er ekkert annað. Herru, þá er það Iggy Azalea og þú farið þetta rúma mínútu og nú er að gera hlustendur því að þið kjósið. Pussy, 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 pussy. Þetta er bara eitt versta lag sem ég heilt. Nei, ég er ósamlega. Mér fannst þetta gott lag, ég er ósamlega. Sverrir, hvernig fannst þér þetta? Nú ert þú að keppa við hann. Mér fannst þetta fínt flæði þessu, sko. Er það? Ég veit ekki, ég var ekki fílað það. Já, þetta er svolítið svona, ég held að menni við 30 sé ekkert mikið að ná þessu, sko. Já, takk fyrir það. Svona sköllótti menni eins og ég. Bara því litlu börnin í bleikabólunum. En strákar, hættið að rífast. Við eigum það allir samanlegt. Það er nett, það er komið nettvor í punginn, það er föstudagur, allir í feeling. Prófum að spila lagið hans Svessa. Gefið mér séns. Já, hann þarf að kynna inn lagið sitt. Já, mitt lag, ég ætla að taka aðra stefnu núna. Já, og það er ekki þunglindið? Ekki þunglindið, ég ætla að fara meira í föstudaginn. Þetta er lagið búið miklu uppáldi á mér undanfarið. Og hressi mig alltaf við. Hvað heitir það? Það heitir Baby Monkey Riding Backwards on a Pig. Það er ekki annað. Við erum að fara að hlusta á eitthvað svona internet YouTube meme. Nei. Nú er búið að spila bæði lögin, þannig að nú þurfa hlustendur að syngja inn í 511-0957. Mér finnst eins og ég sé óreinn. Og við þurfum að fá niðurstöðu. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þetta. Það var annarkvæmt lagið Pussy eða Baby Monkey og fyrsti hlustandi er á línunni. Hvaða lag kýst þú? Herðu, þetta var Bentarinn. Bentarinn, hann fara að neitt. Bókamál, sko. Bókamál, herðu, hann segir þetta eins og sé reiður út í lagi að Svessa. Já, ég skil það vel. Baby Monkey, hann var ekki, varstu ekki að fíla Baby Monkey? Nei, og þetta er líka sönnun fyrir því að við höfum ennþá trú á mannkynnu. Já, mjög stitt æðislegt. Takk fyrir þetta. Þá er það næsti hlustandi, hvort lagi fannst þér betra? Herru, það var klálega Sverrir. Já, Baby Monkey. Herru, þá er 1-1, takk fyrir þetta. Takk. Ok, herru, staðan er 1-1, það er meiri spenn en síðast, því að þá var þetta walkover hjá Bent. FM 95 Blö, hvort lagi fannst þér betra? Það er Pussy, maður. Það er Pussy, segir hann. Þetta er mjög kynjaskipt, heyri. Já, þú vilt fá stelpundan eins og þessi. Það kemur ekkert óvart að drengindur að vilja Pussy. Það er takk fyrir þetta, Katrin. Takk. Ok, já, það er ekki fyrsta sinn á föstudagi sem að Svessi vil fá stelpunar inn í síman. FM 95 Blö, hvort lagi fannst þér betra? Þetta var klárlega Svessi. Svessi? Minn maður? Það er bara þannig. Gott lag. Hvað er þetta að gera annars núna? Herru, ég er bara að koma unni. Já, ok. Hvað er Katrin að vinna? Ég er að vinna á Securitas. Ok, glæsilegt. Þetta komið bara algjör á fyrsta skýr, sko. Ég veit að ef þú sér myndbandi líka, þá ferðu fyrst í gott skap.
Ég grét og hlátur ég sá. Það actually a baby monkey á a pig og hann að hlaupa með hann út allt. Og svo bara að lesa alla greinarnar í myndböld mánaðarins og fara að sofa í kvöld. Það bara... Herru, takk fyrir þetta. Herru, 2-2, það mikil spenna. F95 blöð, hvort lagi fannst þið betra? Við erum Bent betra. Bent betra? Þarna kemst hann aftur yfir. Þetta er svakalega spenna, 3-2. Já, herru, takk fyrir þetta. Já, ekkert mál. Ok, svona reiðistrákar eru að kjósa Bent. Já, ekkert mál. Takk fyrir þetta. Já, ekkert mál. F95 blöð, góðan daginn, hvort lagi fannst þið betra? Mér fannst hjá Sverri. Já, Sverri. Takk fyrir það. 3-3. Baby monkey að jafna aftur. Þú neitar að hleypa húnna fram þessu. Herru, strákar, áður að hleypa næst inn. Það er 3-3. Vil ég taka eitthvað veðmál á þetta? Nei. Ekki neitt? Ekki? Nei. Mér heyrist hann vera svolítið með börnin. Svona krakkarnir sem eru svona yngri en 15 eru svolítið að kjósa hans. Já, og þú ert með alla viniðina sem biður að hringja inn. Ok, við sjáum hvað gerist. Þetta alltaf bara hérna. Hvort lagi fannst þið betra? Það var seinna lagið. Seinna lagið, Baby Monkey með Svessa. 4-3. Það eru 2 atkvæði. 2, má bara 1 í hverju síma, því miður. Backwards on a pig, Baby Monkey. Spila Charlie Bit My Finger og okkar lag með Virdal Jankovic. Má sjá, 4-3 fyrir Svessa. F95 blöð, hvort lagið fannst þið betra? Baby Monkey. Baby Monkey. 5-3 fyrir helvitis Þetta er ringitónnin minn. Þetta er ringitónnin hennar, það er ekkert annað. Takk hérlega fyrir það. Já, takk fyrir að minnum á hvernig meðal FM hlustundin er. Og góða skemmtur á ennsku strandina Benidorm. Herðu, ekki fara að rakka niður hlustundin mínu. Nei, við erum að grínast í. Sjá, í alveg, það fer strax í vælið, leið á að tapa. Þetta er bara Bent, þú vann síðast, nú vann Svessi. Varstu hvað það var hérna að tapa í karokinu? Nei, veistu að ég held að við höfum allir tapað okkur núna. Herja, við skulum allavega setja á lag sem ég held að við fýlum allir. Sverrir, hjartanlega til hamingju. Ég skal hérna, ég tekja dansinn í stúdíunum. Bent, bannar og tapsvar. Svessi, til hamingju. Og við treystum okkur hlustundin. Know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. Með Jay-Z og Kanye West. Klukkan fyrir að verða 6. Við erum búin að vera hérna með ykkur síðan 4 í dag en erum ekki alveg hættir strákandir. Herru, þar sem ég er nú með ykkur bæði Bent og Steindi og þið eigið konu. Já. Þá ætla ég að nýta með það því að það er hérna einhver listi sem að þeir kalla Signs that he is serious about you. Og þessi listi sem sagt gengur út af það. Ef að stelpur, það getur svona átt að sjá því að honum er alvara í þessu sambandi ef hann gerir þessa hluti. Og ég ætla að svona spyrja ykkur strákar hvort að þeir séu í þessum. Hann man eftir hlutum sem að þú hefur sagt honum frá og fer og kaupir það og gefur þér það óvænt bara af því bara. Það þarf ekki að vera neinn sérstök gjöf. Hafið þið tekið það strákar? Já, ég hef gert það. Já, ég held það. Já, konan eitthvað hefur sagt bara æ, hvað eru flottir skór og svo hafið þið keypt það og það sé ekki valentínusdagur eða eitthvað. Skrifaði notes eða eitthvað. Ég man það kannski ekki, þú veist, maður þarf að skrifa niður. Já, við höfum gefið gef þó að það ekki konudagur. Já, ég segi það. Og ekki afmælið eitthvað svona. Já. Farið með konunum ykkar í family events eða svona fjölskylduboð. Eru þið duglegir við það? Já, ég gerir það. Já. Þú sagði þetta með einhverjum tregast, eitthvað? Nei. Við erum náttúrulega báðir erum í sambúð, þannig að er þetta ekki meira fyrir svona pör sem kannski nýbyrjuð að hittast? Maður er eiginlega ræður en það, þú veist, það er... Þú hatur tengdafölskylduna? Nei, ég dýrka hana, ég á æðislega tengdaföldra. Já, við töluðum nú við með Já, þegar við hitti þeim. Mikið snillingur. Herðu, farið í fötin sem að konan kaupir af ykkur, kaupir á ykkur, hafið þið lent í því og hún kaupir eitthvað og þið hefur ekki fílað og ekki farið í það? Já, ég held að ég verði alltaf fílað það sem hún hefur gefið mér, sko. Já. Ég bara mann það ekki. Nei. Það er minna Steindi. Steindi gengur í hverju sem er þannig. Já, ég ætla bara að segja, ég sé það bara á fötunniðinum að þú... Ég gengi hverju sem er, ég er svona... Það er ekki ofbótt að lítum þá og keypt ljótan ból eða peysu. Nei, ég sko, ég er samt ángríns, ef þú fer í gegnum fatskáp minn, sko. Þá er þetta yfirleitt alltaf svona, bara svona... Ég var kannski, þetta er allt frá útlöndum. Og svona, bólutin minn eru búnur, ég þarf að kaupa nýjan og eitthvað, ég vestla sjaldan á mig föt. Já, þú er retro. Nei, mér verður svo heitt inn í búðum. Ég er að kapna inn í búðum. Herra, ok, svo er það hérna, hann skipuleggur ferðalög með þér.
Þegar það skipilegja ferðalög þá hún alltaf með í... Já, við erum nú farið með til útlanda, bóðan til útlanda nokkuð saman. Já, ok. Það er bara alltaf góð. Þið eru að standast bara þetta próf. Við erum að fá svona plús í klattaninn, þetta er bara svona að vera að peppa okkur. Alltaf áfram að peppa okkur. Ég get ekki spurt ykkur með börnin hérna, það er ef hún á barn með öðru manni að þið sýnið krakkanum áhuga, þið viljið samt alveg gera það, ekki? Nei, ekki séns, ég myndi drepa þetta barn. Ég er að djóka, ég misti þetta út um mér. Já, þetta er ljótt. Já, ég er að djóki, hvað er það? Og svo er það, ef að kæristan ykkar sendir ykkur SMS eða ringir í ykkur og þið sjáuð að ringið þið strax. Já. Ef þú erum misskóð frá konuninu, ringir þið strax hérna? Nei, ég játa stundum á mig að, ég játa það er ekki alltaf hannig. Af því ég veit líka að það er ekkert, þú veist, bara þá er þetta bara líka bara að heyra, sko. Og ef ég, þú veist, þá ringi ég kannski bara því ég er búinn að gera. Ef maður er með eitthvað 5 missed calls, þá heldur maður að segja eitthvað alvarlegt, þá ringir maður náttúrulega strax, sko. Já, en ef það er bara 1 missed call og bara maður er í einhverju dæmi akkurat þá, þú veist, þá er ekki stress. Það er hins vegar Voxum leið. Hvað er Vox? En menn sem eru með Voxer á símanum sínum, þú veist ekki með þetta? Nei. Ég svara bara þeim, sko, þau gangu fyrir. Já, þú var að Voxa, ég gang. Ok, og svo er það síðasta, eru þið vinir vina hennar? Já. Eða þeirra? Já. Fílið þið vinkonur kæristu ykkar? Það er alveg æðislega. Já. Og hyggið ekki við að fara í partí með þeim og svona? Nei. Nú spyr ég ykkur, þetta er ekki á listanum, en er einhver svona ein vinkona sem er fyrir töðuna ykkur að vinna hóðna? Nei. Já, það er ein stelpenna sem ég ætla að fá baktalans í útvarpinu. Herðu, þar hafið það Steindi og Bent, stóðust þetta próf, fullkomlega. Við stressaðist aðeins upp. Já, þetta er svona. Við erum að drauma prinsar. Auglýsingar, já, því líkir menn, gullað mönnum eins og þess að. Þekkir þú lagið? Morgun þátturinn Magasín er að fara í gang með skemmtilegan leik. Það sem þú getur spreytið á hinum og þessum lögum og grætt á því pening. Fylgstu með alla virka mótna og giskað á lagið áður en söngurinn byrjar. Ok, tilbúin? Ok, já. Ok, ég þarf bara að vita lagið, hvað það heitir, ekki flytjandan. Ok. 1, 2 og... Úrilla Górillan kundgjörir. Íslensku pírbóng-deildina. Fyrsta mót fer fram næstkomandi föstudagskvöld á Miller-tíma klukkan 20. Stelpur á móti strákum 2 í liði. Skráning og nánari upplýsingar á górillan.is. Dílar.is í dag. Stór bátur og súperdós á hlöllabátum á aðeins 740 í stað 1480. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Nú getur þú fullkomna pizzaveisluna með ískaldri kók í litlum bauk hjá Dominos. Það verður aldrei verið sannað, en lítil kók í ískaldri dós er langbest. Dominos 58-12345. FM 95 Blö er í boði. 957, klukkan er að slá í 6, við erum búin að vera þetta með okkur síðan 4. Steindi, Junior og Bent, takk kærlega fyrir komuna. Herru, það búið að æðislegt að koma hingað og stjórnans þetta með. Það er alltaf stemming að hafa ykkur hérna á föstudum. Sverrir Bergmann, hann hljóp eitthvað fram, hann verður að fá SMS frá okkur að skvísa eitthvað. Já, þakka honum líka kærlega fyrir komuna. Eins og Steindi sagði, búið að vera gríðarleg stemming hjá okkur og ég vil minna fólk á að lagið hans Daniels Geirs er inn á YouTube fyrir ykkur sem vilja hlusta á það og já, þetta er bara, svona er þetta búið að vera. Öddi? Já. Fæ ég kannski enda á óskalagi? Já, ég ætla að reynda að minna fólk á hérna að á mánudaginn verðum við Björn Bragi mættir hérna og við erum með viðtal við leikstjóra myndarinnar Project X, þannig að það verður skemmtilegt ásamt því að vera með föstu liðum, en við ætlum að enda þetta óskalagi fyrir Steinda, það er Florence and the Machine, Cosmic Love. Það er ekki það. Þetta er bara slagið, Cosmic Love. Akkur fæ ég ekki lagið við það. Þetta er alltaf geggjur hljómsveit. Herru, takk aðeins að hlusta. Ég bæði að spila Einar áttavelta. Takk ég vel á móti Rikka G.